Já, hérna fallegt blað og fyrirsögn skattabreytingar á tímum Steingríms J Sigfússonar í fjármálaráðuneytinu. Þetta gagnmerk heimild. Já, þegar ég lít tilbaka þá ég nú auðvitað stoltastur af því í sjálfu sér að hafa lagt mitt af mörkum sem fjármálaráðherra til þess að Ísland komst út úr geigvænlegum hallarekstri sem stefndi ríkissjóði beint á hausinn og í nokkurn veginn jöfnuð á 4 árum. Frá 2009 til 2013 og án verulegrar tekjuöflunar og aðgerða í skattkerfinu hefði þetta ekki verið hægt. Þá myndi ég segja að þrepaskiptur tekjuskattur hafi standið hjarta mínu mjög nærri því að þannig finnst mér hann eiga að vera, hann á að vera réttlátur og stighækkandi eftir því sem að tekjurnar eru hærri. Ég mjög stoltur af því að hafa komið á endurgreiðslu rannsóknar og þróunarkostnaðar hjá nýsköpunarfyrirtækjum. Ég held að átt sinn þátt í þeirri grósku sem við höfum séð í þeim geira síðan. Upptaka kolefnisgjalds var að sjálfsögðu tímabær og allir viðurkenna það held ég í dag. Rifjast ýmislegt upp. Eins og til dæmis þegar ég ákvað að tvöfalda vörugjöldin á neftóbak. Já. Við sáum til lands og við þessar aðstæður þá fannst mér mikilvægt að byrja á að bæta hag barnafjölskyldna sem var til þess að barnabæturnar hækkuðu 30% á milli árana 2012 og 2013 og þar sem að bæturnar hækkuðu en það voru líka fleiri fjölskyldur sem að nutu barnabóta. En mér sýnist nú þetta vera bara að fylgja því sama og í raun og veru var svolítið línan eftir fall bankana. Mörgu leyti var það ótrúlega leiðilegt að loksins þegar að kratar og vinstrimenn komast í ríkisstjórn að þá snýst verkefni að loka einu sögulega stærsta gati á ríkisfjármálum sem við höfum séð. Sko. Þegar ég var í fjármálaráðuneytinu og fékk ég fólk til þess að bjóti starfshóp. Þeir eru oft umdeildir en þessi fekk 2 mánuði til að vinna og þau skiluðu með frábærum tillögum það með hvaða hætti við getum byrjað að birta fjárhagsupplýsingar ríkisins. Og ég mjög ánægð með það að óháð pólitískum línum að þá hefur þetta verkefni haldið áfram vegna þess að þar komið aftur inn á þetta mikilvægi gegnsæis og að við séum öll meðvituð hvað að fara inn og hvaðan það kemur og hvert það að fara.